Áfram höldum við með föstudags þátt N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Kristín Aðalsteinsdóttir, prófessor á Akureyri, hún býr í innbænum og Kristín, þú ert að ljúka við bók innbæinn, fólk og hús og svo framvegis. Já, ég eiginlega bara búin, handritið farið frá mér. Ég byrjaði fyrra í janúar, sennilega bara þetta leyti og ég fékk þessa hugmynd að mér langaði til þess að vinna bók innbæinn vegna þess að mér finnst innbæinn svo fallegur og notalegur og það hafa verið skrifað nokkrar bækur innbæinn, sögu innbæjarins. En mér langaði að vita hvað fólkið í húsunum hefði að segja. Þannig að ég sendi öllum bréf, gekk með bréf í öll hús og bað fólk að hafa samband við mig ef það vildi vera með. Og það kom mér mjög skemmtilega óvart hve margir vildi vera með. En ég ýtti ekkert á neina sem að ekki höfðu samband. Það stundum sagt að fólk passi vel inn í hús eða hús hæfi sínum eigendum. Já. Það staðreynd? Ég gæti alveg trúa því. Ég hef ekki hugsað þetta svona, en þarna ansi fjölbreytt flóra. Og það sem að gerðist var að það kom mér mjög skemmtilega óvart hve margir vildu vera með, því að þetta persónuleg bók. Ég spyr fólk ekki spurninga, en ég kom heim til þess og það sagði mér eitthvað af sjálfu sér og húsin. Og þetta eru stuttasögur, þetta eru 100 til 250 orð, en fólk var ótrúlega persónulegt og svo voru allir svo góðir við mig. Þannig að þú hefur fengið... Þú drukkið mikið kaffi á þessum tíma? Ég læt það nú vera, en sumir buðu upp á veitingar, en það var nú ekki það sem ég var að sækjast eftir. En hvernig verður þetta hjá þér? Það þá svona að hvert hús fær sína opnu þá eða hvað? Já, það verður þannig. Hvert hús fær eina opnu, þar sem mynd af húsinu eða einhverjum hluta húsins, mynd af fólkinu sem í húsinu býr og saga. Þú tókst líka myndirnar. Já, ég tók myndirnar. Og þú komst með 4 myndir sem þú ætlar að sýna okkur. Já. Og fyrsta myndin sem við sjáum núna, þetta svona heldri herramaður. Já, þetta sennilega sá maður sem hefur búið lengst af öllum sem ég tala við í innbænum. Og þetta Jóhann Sigtryggsson og það var mjög áhrifaríkt að tala við hann. Hann hafði frá ýmsu að segja, en það kemur reyndar ekki allt fram í bókinni, en ég hef ákveðið að taka ítarlegt viðtal við hann sem ég ætla síðan að birta í Súlum. Já. Því að ég var svo forvitin líf hans. Já. Næsta mynd, þetta eru 3 svolítið svona skemmtileg hús. Já, hún hefnar svolítið vel þessi mynd og ég að hugsa að hafa þessa mynd sem forsöðu mynd á bókinni. En þetta ef maður horfir svona í rólegheitum á ýmis þessara húsa, þá eru þau bara ansi skemmtileg. Næsta mynd sem við fáum upp á skjáinn, þarna húsnúmerið 32. Já, og þetta fólki sem að hefur búið hvað styst í innbænum, en því að þau fluttu í júlí en þau hafa verið að gera þetta hús upp í 12 ár held ég. Og síðan næsta mynd sem við fáum upp, þetta þá líka sama hús? Já, þetta húsið þeirra. Þetta svo stórkostlega fallegt hús og einstaklega vel tekið í gegn og það einmitt það sem hefur gerst mjög víða þarna. Bæði upp í Lækjargili, í Spítalveginum og í Aðalstrætinu hafa húsin verið gerð svona skemmtilega upp. En svo eru nokkur ný hús með líka. Og svona þá trjágróðurinn þarna við húsið. Þetta bara fallegt, en þetta verða allt sumarmyndir. Nú bara á ég eftir að gera bók veturinn. En þegar þú fórst af stað
Þekkjurðu þá innbæinn betur núna? Já, ég nú ekki Akureyringur eiginlega vegna þess að ég ólst upp fyrir sunnan og annar staðar og hefur svolítið verið tengslalaus við kannski Akureyri. En tvímælalaust hefur þetta haft góð áhrif á líf mitt hérna. En þeir sem að búa í innbænum, maður svona heyrir það á þeim að þeir eru miklu innbæingar. Já, er það? Já, mér finnst það. Já, ég veit ekki hvort ég er það endilega, en ég veit að maðurinn minn er það. Hann er innbæingur. En þegar ég kom inn það fyrst og fór að kenna hérna tvítug fyrir 50 árum, þá var mér sagt að aðal hérna börnin sem ættu erfiðast byggja í innbænum. Það var nú ekki alveg rétt, það voru fordómar. En ég held að ég afsanni það með þessu að þarna búi fólk sem að er eitthvað öðruvísi en annað. En að skrifa svona bók, taka myndirnar, gera textan og allt þetta er töluvert ferli. Já, ég er náttúrulega orðin gömul kona og ég hætti að vinna fyrir 2 árum, formlega, svona þessa launuðu vinnu. Og mér hefur bara þótt þetta sérstaklega ánægjulegt og skemmtilegt. Ég auðvitað þurfti að skipuleggja þetta ár, þetta tók akkurat ár. Og það hefur fyrst og fremst verið svo ánægjulegt og ég bara vona að bókin verði falleg. Hvar stendur þetta núna? Það er satt búið að prófarkalesa og allt saman bara? Já, það er búið að prófarkalesa, það er verið að vinna myndirnar, það heitir vist myndvinnsla og þá fer bókin í umbrot og svo síðan verður hún prentuð í febrúar. Og bara kem bara út í febrúar? Já, ég vildi ekki lenda ég vildi ekki lenda í jólabókaflóðinu? Nei, ég vildi það ekki, það var alveg meðvitað. En svo þegar ég er búin að þessu, þegar hún kemur úr prentun, þá ætla ég að bjóða öllum sem ég tók viðtöl við heim til mín í útgáfu hóf, þannig að það verður bara partí. Og það er bara þessast í febrúar? Já, það verður í febrúar. Nú veit fólki það ef það heyrir í mér núna. Og við bara bíðum spennt eftir bókinu og fá að flettinu og lesa sögurnar og svo framins. Kristín, bara þakka þér fyrir komuna og gangi vel með þetta allt saman og við höldum hér áfram eftir smástund.